Já, við erum velkomin í Reykjavíkur fréttir, þátt okkar borgarfulltrúa hér á Samstöðinni. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir. Þessi þáttur komin úr vetrardvala. Við erum mætt aftur hingað til leiks og ætlum í dag að ræða mjóddina, skiptistöðina og úrbætur sem nauðsynlegt að gera þar á og svona kafa aðeins dýpra ofan í bara svona hvernig viðbrögð meirihlutans í borgarstjórn hafa verið gagnvart í þjónustuleysi sem þarna í mjóddinni og hingað til mín í dag eru þau Sara Stef Hildar mætt og Guðröður Atli Jónsson. Takk fyrir að koma hingað. Þið hafa mikið verið að tala mjóddina og þið voru til dæmis að taka viðtöl við strætó farþega, tók ég eftir þar sem þið voru svona spyrjaðu út í þessa stöðu og svona eins og við vitum að þá staðan þarna á skiptistöðin í Mjódd ekki góð. Þetta stærsta skiptistöðin og hún ekki opin í takt við svona þann aksturstíma vagnana sem og salernin hafa lengi vel verið lokuð, eitthvað eitt opnaði víst daginn skils mér og svona lítil sem engin þjónusta á svæðinu. Við ætlum svona aðeins að byrja á nokkrum myndum bara svona til þess að sýna stöðuna eins og hún hefur verið. Og salernin hafa mikið verið lokuð, nýbúið að opna aftur, það þarna 3 salerni, mér skilst að sé búið að opna 1 aftur. Og við sjáum hérna á mynd dæmi skilaboð sem hafa birst strætófarþegum. Hér var búið að prenta út blað, líma það svona upp og á einu stendur lokað vegna skemmdarverka og eins og ég segi þetta bara miði sem var búið að prenta út og var rifin. Virkar allt svona frekar subbulegt, ekki mjög vandað og svo stendur á öðrum skilaboðum sem hafa birst og hafa verið límt á salernishurðina á ensku. Keys to the toilet can be accessed in the shop for polite customers. Bara kurteisir viðskiptavinir gátu fengið að nota þarna salernið og svona hvað þýðir viðskiptavinur í þessu samhengi. Það hefur ekki verið hægt að kaupa neitt þarna lengi og sjoppan lokuð nema sé verið að vísa til viðskiptavina strætó og svo þarna á síðustu myndinni þá stóð bilað upphrófunarmerki out of order og svona nú veit ég að það hafi verið unnin þarna skemmdarverk og í framhaldi var salernum lokað en það hefði kannski verið eðlilegra svona að ráða inn einhvern húsvörð eða einhvern umsjónamann, einhvern sem myndi sinna öryggisgæslu til þess að hafa umsjón þarna frekar en að loka bara alveg og svo svona áður en ég spyr ykkur aðeins út í þetta ætla ég að sýna eina myndi viðbót sem að heitir rekstrarlegt limbo og þetta mynd Sara sem þú settir inn á félagsstrætófarþega og svona þú skrifaðir þar og birtir á samfélagsmiðlum stöðuna sem þú varst vitni að í Mjódd þegar þú náðir mynd af 3 konum sem eru þarna á mynd. 3 konum sem nota strætó í Mjódd sem þurftu að komast á salerni og þú nefnir þarna kannski var einhver þeirra á blæðingum og þurftu að skipta. Konur geta fengið sýkingar ef það dregst. Daginn var barn sem komst ekki á klóið og barnið sem að var að passa barnið sagði þá yngra barninu að það haldi í sér lengur. Því klóið var læst, þannig að varst með þessa frásögt svona af salernishleysinu. Þú ferð þarna oft Sara? Já, einmitt, þetta góð svona yfirferð hjá þér. Ég fer þarna síðasta 1,5 árið, þá hef ég farið þurft að nota Mjódd allavega 2 í viku og þegar ég byrjaði að nota þessa skiptistöð þá brak mig eiginlega bara í rogastan, þetta var svo ótrúlegt. Ég hafði notað strætó bara sem unglingur og ungkona. Svo hafði ég átt bílarni einhvern tíma og þannig að nú var ég að koma aftur að þessu almenningssamgöngu tímabili í lífi mínu og ég hef bara verið óslitið í strætó bæði út á land og svo innan bæjar og Mjóddin hefur verið bara í skralli síðan að ég kom þarna fyrst og þessi dæmisögur sem ég var að tók þarna í póstinum, mér fannst þær bara svona eiginlega mest auðvitað það þannig að fólk sem að nota strætó og að nota þessa skiptistöð það eru ferðamenn sem fara þarna öll aðstæðan sem einhvern tíman var þarna í boði horfin. Það ekki hægt að geyma ferðatöskur þarna, það eru engir upplýsingaskjáir sem að virka, þú kemst ekki á salernið, þannig að ef þú ert að fara til dæmis frá Reykjavík upp í Borgarnes, Akranes, þá yfirleitt ekki lengur einu svona klósett í þeim vagni. Þetta vagn sem að fer frá Reykjavík til Akureyrar. Vagnin sem ég tek það eru aðri vagnar sem eru auðvitað ekki klósettvagnar. Þannig að
Já, ég meina þetta bara mín reynsla af mjótinni nákvæmlega eins og ég hef verið að skrifa í félagi strætófarþega. Það ein grúppa sem á Facebook núna. Það eru 2 aðrar og hafa verið lengi og daginn bættist svo 3. við. Það var ungt fólk sem stofnaði þá grúppu sem heitir Strætósökkar. Þannig að þú veist, þeir eru komnar 4 grúppur strætó sem að fjalla náttúrulega miklu leyti líka mjótina. Að þá finnst mér kannski tímabært að borgaryfirvöld færi aðeins að nutta stýrunar á augunum og sína hvað þau geta gert fyrir almenning. Sko ef að þessi stefna þeirra á að vera trúverðug að auka almennsamgöngur og draga úr notkun einkabíla. Mér stóri bara mjög erfitt, sko, ég á einn bíl en mér stóri mjög erfitt að taka þessa stefnu trúanlega þegar aðstæðan eins og hún búin að vera sem bara nánast engin. Þannig og ég hef heldur ekki nefnt núna, þú veist, opnatíman í mjót, en við ræðum þetta. Já, Guðrúður, þú var svona vekja athygli á salernis málum og þú og Sara voru að taka viðtöl, eða ekki, við farþega. Og hvað svona hefur lært í allir þessu ferli þegar þú varst að skoða þetta nánar? Hvernig blasir þetta við þér? Hvað það helsta sem þurfum svona að bæta? Sko, kannski í mínum huga þetta sko svona mikrodæmi það að stjórnmál, svona nútíma stjórnmál, þau virðast ekki geta leyst einföld verkefni. Og mér finnst þetta bara svona mjög, það eiginlega það sem að dró mig að því að skoða þetta. Að því að þú veist, þarna vill sko væntingar borgarana að fá góða þjónustu, kannski bara eitthvað eins og þegar húsið var byggt. Húsið var byggt semst af strætisvagn Reykjavíkur eða Reykjavíkurborg árið 87 og síðustu öld og og þá var þetta sko bæði sjoppa og upplýsingaveiting og síðan var þjónustu verið skrifstofur strætisvagnar Reykjavíkur á efri hæðinu og svona, þetta var síðan alvöru biðstöð en síðan hefur þetta farið fallandi og það sem ég held að hvað þarf til þess að laga þetta þá það sko að stjórnmálamennirnir okkar þurfa að leyfa sér að hugsa í öðrum lausnum en markaðslausnir. Það orðið nokkuð augljóst að það ekki markaður þarna úti til þess að taka að sér rekstur þessara stöðar. Allan ekki með þeim svona formerkjum sem að þeir bjóða fram. Þeir eru búin að reyna núna stöðugt að finna rekstraraðila frá 2015 og þeir fengu síðan, það tók held ég 2 ár að finna fyrsta rekstraraðilann. Og þá var það kynnt með pompi og prakt og þú veist, þá ætluðu verið að fara sko að rukka fyrir þá, fátækasta fólk Íslands, að rukka það fyrir að fá að pissa. Og þá var það sko, sannir landvættir sem sko einhvers konar dótturfélag Verkís og Bæjarins bestu. Síðan alltaf eins og var mjög bara augljóst að myndi gerast, þá reis upp bara mótmæla alda og þeir hættu þessu. En svona, þeir verið samt alltaf að hafa haldið í vonina að þeir gæti byrjað á þessu aftur að því að sko hliðin þarna ennþá. Þannig að þetta rosalega skrítið sko. Þannig að þeir eru eitthvað svona, já þetta bara eitthvað tímabundið, Íslendingar ekki tilbúnir í þetta. En sko, það já, þetta í raun og veru bara sko, þetta svona fullkomið dæmi það að sko bara nútíma stjórnmál get ekki leyst svona einfaldan hlut. Þegar það einhver markaðsbrestur, það eitthvað við demografíuna og eitthvað við sko bara farþegana í mjótinni sem sækja mjótina sem bara gerir það ekki hagstætt að reka þarna kaffihús eða eitthvað aðra þjónustu og ég bara, þú veist, þetta er alveg ótrúlegt að þurfa að horfa upp á þetta. En hins vegar sko,
með viðtölum sem við tókum, þá fannst mér það svolítið athyglisvert að sko fólk sagði alveg, já, þetta er alveg ómögulegt og þú veist, ég get ekki komist á klóstið og það er engin sjoppa og engar upplýsingar og ekki hægt að kaupa hérna klappkortið og það er ekki hægt að komast í tölvu hérna líklega borð til þess að þú veist að skráin klappkortið og allt þetta sko, að því að maður þarf að gera það er ekki nóg að fá bara plastið. En hins vegar kom ég líka upp svona, þú veist, svona, fann ég fyrir svona, ég veit ekki, svona eins og fólk væri búin að kenna sér að hérna lækka sína væntingar. Ég fann það rosalega mikið í þessum viðtölum. Það var bara svona búið að lækka alla sína væntingar að þú veist, þetta ætti að vera betra og mér fannst það svolítið áhugavert sko. Við erum með mynd af gjaldhliðinu eins og þetta lítur út af því að þó að sé búið að afnema sko gjaldtökuna að þá við fáum upp mynd af gjaldhliðinni eins og við sjáum að þá þetta svona mæti mann í rauninni þetta viðmót og þarna einmitt var ég að taka stöðu uppfærslu frá þér Sara þar sem að stendur á þessari mynd sem þú skrifaðir, ég var að muna að ég má ekki borða eða drekka núna klukkustund áður en ég næ strætó norður, annars lendi ég möguleg vandræðum með mína mannlegu reisn í þessu lífi. Hver hefði trúað að stærsta sveitafélag landsins og strætó geti haft svona mikil veldi lífi fólks. Þarna var náttúrulega því salernum voru lokuð en ekki þegar var verið að rukka inn á þau. Þannig að það eru svona ýmsar hliðar sem að geta mætt strætófarþegum sem að vilja bara fá að komast á salernin sem mjög eðlileg. Já, það er eiginlega, þú veist, það sem verður svona eiginlega áhugaverðast og grátlegast í þessari umræðu hversu oft maður þarf að ræða salerni. Þú veist, ég meina þetta er svo mikið grunn þjónusta sem að borgin aftur ætti að geta sinnt að bara sjá til þess að almenningur kæmist á salerni þegar að nota almenningssamgöngur en einhvern veginn verður það stærsta fyrirferðarmesta málið sko. En ég vildi líka aðeins bara fá að koma inn á sem að Guðrúður var að segja með viðtölun sem við tókum síðasta hausta í maður rétt. Að sko mín upplifun var einmitt svo að fólk forðaðist að fara inn. Vegna þess að það upplýði bara að það er ekkert að nynni, það er engin þjónusta, það er ekkert að hafa, þannig að þau forðuðust og það var skítugt, það er skítugt þarna, kalt að nynni, þannig að þau fóru ekki inn, þau byðu frekar úti og það er ekki strætóskýli við öll stoppin þarna, stundum deila þess að 2 stopp einu litlu strætóskýli sem að eðli málsins samkvæmt komist ekki fleiri en kannski 5 manns inni og þú veist þannig að það er einhvern veginn allt eitthvað svo dapurlega metnaðalaust. En svo var umræðum sko skemmdaverk, það hefði verið unnin annað skemmdaverk oftar en einu sinni og þess vegna væri svona verið aðeins að loka þessum salernum og þurfti að bregðast við því en þá velti maður því fyrir sér hvort það sé ekki bara eðlilega að reyna að koma með lausn á því frekar en að loka fyrir þjónustu sko. Svo mætti bara horfa á það sem líka annað mál sem að Reykjavíkurborg þarf að sinna, þú veist, eitthvað svona félagsleg mál sem snúa að úlingum í hverfinu, hafa úlingar í hverfinu ekkert annað að hverfa en í Mjóddina. Þannig það er vantarsalerni, það er þetta með opnunartíman, ég held að við séum með mynd af opnunartíma sem við getum skellt upp, þetta er í rauninni sko því strætan alltaf byrjar að aka götur höfuðborgarsvæðisins snemma, reyndar aðeins seinna þarna á sunnudögum og svo er strætó alveg svona til sirka miðnættis og opnunartíminn er ekkert í takt við það, stundum er samt opið eftir að auglýstum opnunartíma er, þú veist, stundum er þetta svona aðeins, hvað segir maður? Þetta er bara mjög óáreiðanlegar upplýsingar sem við erum að sjá á skjánum. Virka daga, þá er opið frá 7 til 6, laugadögum 10 til 6 og sunnudögum 12:30 til 6, samkvæmt þessari mynd sem við sjáum hér, sko. En við vitum að þetta strætó er að keyra lengur, þannig að það væri ekki eðlilegt að geta beðið inni. Man finnst það, sko. Það hefur, ég þurfti að standa þarna úti einmitt að því að þegar ég tek Landsbyggðarstrætó helgar að þá byrja Reykjavíkurvagnarnir ekki að ganga fyrir en of seint til þess að ég nái vagninum í Mjódd. Byrju, hvað í skilgjöra? Þú veist, ég tek strætó frá Hamraborg og vagnarnir þar byrja ekki að ganga nægilega snemma til þess að ég nái niður í Mjódd fyrir brottför norður með 57. Hvað finnst okkur það? Mér finnst þetta bara óbóðlegt, þannig ég besta leiðin yfirleitt til að tala við strætó er að tala við þau á Twitter eða í skilabóðum. Skilabóðum sem ég fekk frá þeim varandi þetta var svo að þau
að ég gæti mögulega náð strætó frá BSI, kert frá Kópavogi niður á BSI til að fara upp í Mjódd. Leggja langa leið á lykkju mína. Ég skoðaði þetta tíma, þetta borgar sig ekki, klálega. Fara eiginlega tilbaka til þess að komast áfram. Akkurat, og það sem að maður sér gerast það líka, með þessu vera að reyna að koma til móts við þarfir borgarbúa. En það sem að maður sér helgar að fólk að koma ýmist með leigubílum til þess að ná landsbyggðarvögnunum eða þá að fá far með fjölskyldu eða ganga þarna úr nærliggjandi hverfum. Þannig að þetta finnst mér heldur ekki boðleg þjónusta og aftur segi ég meina mér finnst þetta bara ekki, þau ekki þessi stefna umhverfisvænni borg, meiri notkun almennings á almenningssamgöngum, hún ekki trúverðug þegar umgjörðin svona. Þá bara, það fer ekki saman hljóð og mynd, Einmitt, það verið að hvetja okkur öll til þess að nota strætó, en svo þetta einhvern veginn það sem tekur á mót okkur og líka að því að þegar maður treystir á strætó þá maður oft mjög lengi í vagninum, ef það tekur eitthvað svona korter í bíl þá þetta bara sinnum kannski 3 í strætó, tímafjöldin sem að þetta og mér finnst líka bara athyglisvert svo við bara drögum upp mjög skýra mynd af þessu að þá þetta sem sagt stærsta skiptistöðin og borgin hefur rauninni samið eins og Guðrún nefndi áðan við rekstraraðila til þess að sjá að veita þjónustu þarna, sá sem átti að veita þjónustu var ekki að standa sér nægilega vel, átti þá held ég að sjá salernin og þrif og eitthvað svona að selja eitthvað svona varning, mat og eitthvað sjoppu og svo í rauninni þá hættir þessi rekstraraðili og svo borgin að auglýsa eftir öðrum rekstraraðilum en svona í millitíðinni þá virðist vera þetta bara svona limbo þar sem að enginn einhvern veginn hafi áhuga á því að sjá þetta að þá sé borgin svo mikið fórnalamb sem sé einhvern veginn að bíða eftir því að einhver sé tilbúin í þetta og mér finnst þetta alltaf athyglisvert þetta með að enginn hafi sýnt áhuga og ég með mynd af athugasemd sem að Hjálmar Sveinsson skrifar inn á félagi strætófarþega, hann sem sagt borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, situr í umhverfis- og skipulagsráði sem svona fjallar samgöngur og ef við getum varpað upp myndinni enginn sýnt áhuga þá finnst mér þetta lýsa svo vel einhvern veginn hvernig meiri hlutin sér þetta. Það stendur hér á myndinni þegar hann að svara athugasemd bara að staðan sé óboðleg. Hárrétt, aðstaðan í Mjódd óboðleg. Borgin hefur 2 sinnum boðið reksturinn út með það fyrir augum að aðstaðan því stór bætt. Því miður hefur enginn sýnt áhuga. Ætlunin til bráðabirgða að borgin ráði aðila án útboðs til að sjá reksturinn gera þetta kröfur eðlilega þjónustu, hreinlæti og salernis aðstöðu. Og þetta dálítið svona lýsandi kannski fyrir einhvern veginn ábyrgðarleysi og Guðrún, þú hefur skrifað svona greinar dálítið svona á samstöðinni hver beri ábyrgð og þannig, eða ekki, og hefur svona verið að rýna dálítið í þetta hvað einhvern veginn rekstraraðilar Strætó og Reykjavíkurborg kasta þessum bolta á milli sín. Það virðist að vera regla þegar opinber aðilar gera samninga við einkaaðila þá tapar hið opinbera af því að það setur engin skilyrði, það setur engar sektar ákvæði eða uppsagnar ákvæði eða neitt. Þannig að þú veist það einhvern veginn, þá það bara regla og mér skild það svona þeir sem hafa svona stúderað svona útboðsstefnur mikið að þetta sé engin tilviljun, þetta bara hluti af þessari nýfrjálshyggju stefnu og það mjög athyglisvert að þarna Hjálmar sem á að vera sósíaldemokrati og á að það að hann sjái enga aðra leið en útboð. Ég meina ætlaðir bara að vera bara aðeins betri í því að framkvæma stefnu Sjálfstæðisflokksins að bjóða allt út. Meina, þú veist, það líka fordæmi fyrir því að borgin reki kaffihús, reki upplýsingamiðlun. Ég meina, þú veist, það til dæmis Kjarvalstaðir, það Kaffi Flóra. Á sumrin einmitt bara í grasagarðinum. Það einhver borgin kaffihús. Það ekki eins og það sé ekki fordæmi. Og ég meina, þarna bara, og ef maður talar þetta eins og bara einhver markaðsaðili, þá væri kjörið tækifæri að koma með kaffihús eða einhver á svona og upplýsing í bland við upplýsinga miðlun
sem að kannski þarf ekki að borga sig, þarf ekki að vera neitt arðurar, heldur það er þá bara svona kaffihús fyrir þá sem eiga ekki mikið á milli handana. Þannig að allt er þið bara rekið á mjög hagkvæman hátt. En sósíaldemókratarnir okkur á Íslandi, þeir ákveðu og þeir segjast vera búin að snúa til baki við nýfrjálshyggju, en svo sjáum við það bara í framkvæmd að þeir sjá engar aðra lausnir en nýfrjálshyggju hugmyndir. Og eitt af aðal einkennum nýfrjálshyggjunnar er útboð á opinberri þjónustu og að selja opinberar eigur. Þannig að sko, ef að menn vil ekki segja þetta sem nýfrjálshyggja, þá eru menn bara að miskilja hvað nýfrjálshyggja er, sko. Og mér finnst þetta líka svo mikið vanvirðing við strætó farþega, því skilaboðin eru til strætó farþegar eiga ekki meira skilja en þetta, að þið séu bara með þessa eðlilega þjónustu. Og svona eitt gott dæmi er sko, þú veist, það er alveg augljóst að mínu mati að manneskjan sem var dálítið að koma upp aðstöðinni er ekki eitthvað sem treystir á strætó. Við sjáum við erum með mynd af tímatöflum, við getum fengið hana upp þar sem að sko, þau sem hafa komið inn í Mjóddina vita að þetta er alveg stórsvæði og það er búið að setja tímatöflu þarna í rauninni þannig að það skerðir sín, þannig að þú ert kannski inni og ert að bíða eftir að næstu vagn sé að koma, ert að fylgjast með, þá sérði ekki alveg hvaða vagnar er að koma, því tímatöflunar sem er búið að prenta þarna út á A4 blöð, það er í rauninni skerðað þarna. Já, þannig að það eru límdar þarna upp á skilti, þú veist, sem að bara tekur heilan glugga, þar sem er mjög mikil strætóumferð, þú veist, vagnar sem er að koma inn í Mjóddina og fólk er að stökka út og skipta. Þannig að þetta, sko, þegar ég byrjaði fyrir 1,5 ári að nota Mjóddina, þá var eitt stór svona skjár fyrir ofan hurðina og það gat maður séð raunverulega hversu langt væri næsta vagn. Þessi skjár hefur verið óvirkur bara meira en ár núna. En mér svo áhugavert líka þegar maður ræðir svona rekstrar hlutan Mjóddarinnar. Mjóddin er náttúrulega, skiptistöðin er tengd Mjóddinni sjálfri sem er einhvers konar svona míní-verslunar miðstöð Breiðholtsins, þar er náttúrulega bakari með kaffihús og fleiru og það er augljóst náttúrulega núna þegar þau bíða aftur í marga mánuði, ég man ekki hvað þetta var langur tími síðast sem að voru, ég menn þetta var alveg óheyrilega 8 mánuðir eða eitthvað sem þau bíðu eftir fyrsta útboði sem er sá rekstraraðili sem að gafst upp núna og gat greinilega bara gengið frá þessum samningi án nokkur að hvaða, menn hann gat bara sagt sér frá samningnum og farið, án sekta eða neitt, ég get ekki séð að það hefur verið neinum vandkvæðum bundi og það finnst manni líka bara mjög athyglisvert í svona samningagerð og það var það samtalið við Hjálmar þarna inn í félagi strætófarþega að fjallaði svolítið þetta en svo mætti líka bara spurja sig sko, er þetta ekki bara eins og COVID núna hjá þeim að því þau bregðast við núna vegna þess að það er mikil umræða Mjóddina og slæma aðstöðu þarna að þá bregðastu við þannig að þá er allt í einu hægt að ráða fólk til þess að vera þarna á vaktinni, þá er hægt að ráða fólk til þess að sjá húsnæðið, halda því að opna aðeins lengur. Þú veist? Skellin einum bekkarna á milli allra klappstólana. Já, og þannig að þau færðu nokkur húsgögn til, þau hentu þessum steyptu bekkjum sem voru mjög óþægilega náttúrulega og ég get ekki sagt að við komið betri húsgögn í staðinn, þetta eru greinilega svona einhver húsgögn sem þau eiga á lagar sem eru úr einhverjum görðum eða rólóm og svo eru svona plasthúsgögnarna líka. Þannig að þú veist, þetta er algjört svona lágmark sem verið er að gera núna. En það hlýtur náttúrulega líka að vera þannig að ástæðan fyrir því að þau telja sig geta framkvæmt þetta svona hlýtur að vera svo að borgarfulltrúar í meirihluta, þau nota ekki Mjóddina og jafnvel þótt að einhver þeirra eigi börn sem fara að að þá eru börnin þeirra valla málsvarar skiluru eða talsmenn þess að gera Mjóddina betri. Má ég aðeins komin á þetta? Sko, þetta held ég sé, sko, þegar að, þú veist, það oft sagt, sko, að vandamáli við svona stór alþjóðavöld er að þá verða valdi svo langt frá fólkinu og þó svo að við séum öll í sömu borg þá virðist bara vera að þetta viðfangsefni að þú veist að mæta væntingum almennings bara þú veist þetta virðist bara vera ofurlangt frá þeim og þau sjá ekki, jú að reyndar það, ég verð nú viðurkenna það, ég hef ekki séð neitt
borgarfulltrúa í meirihluta sem hefur ekki viðurkennt vandan, sko. Þau viðurkennan öll, en hugmyndaflugið hvernig að leysa hann bara ekkert. En mér langar aðeins að lýsa, sko, sko, aðstöðinu þarna inni. Þegar maður kemur inn, þá sér maður að þetta sko, fyrir utan, þá eru sko illa hirtar gangstéttir og það eru ljótt grafít á veggjónum og það eru brotnar rúður jafnvel, sko. Og svo þegar maður kemur inn, þá heldur maður kannski, já, þetta lítur að vera bara svona, þú veist, alvöru farþega biðstælur með upplýsingarsjáum og svona. Nei, það engin svona standur, svona stór standur sem kannski 100 tómmu sjónvarp, sko, sem svona sem er svona stilt upp lóðrétt, sem kannski sýnir, þú veist, alla vagnana í rauntíma hverju þið eru og hvenær þið eru að koma, svona niðurtalning. Nei, ekkert slíkt. Það eitt skjár sem yfirleitt slökkt á og hann fyrir ofan hurðina. Maður fer næst í hálsleið við að horfa á hann, sko. Og það þetta, sko, ég held að þessi hugmyndir með, já, fólki þú veist, það mun bara eyðileggja allt og brjóta og svona. Og ég held að þetta, sko, og svo líka bara stólanir. Þau bara einhvern veginn leggja sig fram við að hafa stólan og aðstöðuna óþægilega og fráhrindandi. Þetta svona alveg bara algjört metnaðarleysi. Sko, það voru ég held að það sé hluta því að þau halda alltaf að það verður allt eyðilegt þarna að þau komu með sko stálklumpa fyrirgeðu steinklumpa sem sæti fyrir farþega. Við verðum bara, þú veist, að koma bara bara með steypuklump til þess að fólk brjóti ekki. Já, svo húsgögn ekki brotin, en þetta sko, ef maður svona setur þetta með í samhengi við stefnu Reykjavíkurborgar að því nú þau tala að vera markvisst að þrengja að einkabílnum til þess að þvinga næstu því fólk til þess að bara nota göngustígar, ganga frekar, nota hjólreiðar, þú veist, það eru komin í frábæri hjólreiðastígar, milli sveitafélaga meira segja, og svo þetta með almenningssamgöngur og þá þessa skiptistöð. En maður getur sko spegla trúverðurleika þessar stefnu við það hversu slæmt ástandið í Mjóddinni og allan þennan, þú veist, þessi útboðsmenning sem við búum í, bæði hvað varðar Mjóddina og svo hvað varðar líka bara vagnana sjálfa, þó við séum ekki endilega hér að tala um það. En ég meina það hlýtur bara að blasa við að þú veist, þú getur bara séð hversu mikil alvara liggur þarna baki með því að horfa á Mjóddina og koma í Mjóddina. Ég bara mæli með því að borgarfulltrúar taki strætó upp í Mjódd og prófa að skipta og þú veist, taki sér viku þar sem þeim bara nota skiptistöðuna Mjódd og fara þær ferðir sem þeir þurfa að fara. Að því það sem gerist með Hlemm, og það oft nefnt að koma meðal annars fram í þessum viðtölum sem við tókum, að fólk nefnir mathallir, ég meina það var gert grín að þessum mathallum í áramótaskaupinu, gleymið því ekki. Ég meina Mjóddin þarf ekki mathöll þar sem skiptistöðin er. Þú veist, auðvitað getur fólk alveg rekið mathöll inn í Mjóddinni, ég ekki að segja það. En skiptistöðin þarf að virka sem skiptistöð. Þú veist, það engin afgangsstærð, ekki frekar en Hlemmur. Og inn í þessum strætógrúppum sem eru á Facebook, að þar kvartar strætófarþegar sem nota Hlemma-jafnaði, þeir kvarta mikið undan því að það farið í manngreina álit með hverjir fá að vera inn á Hlemmu, hverjir ekki. Að því það veitingarekstur núna, það bara mikið stóla á túrisma, þú veist, þá ertu farin að tala um einhverjum svona ímynd fólks, þannig að fólk forðast eins og í Mjóddinni af öðrum ástæðum samt, það forðast að fara inn á Hlemm. Þannig að þetta verður svona stjætta greiningar tæki líka. Þú getur séð hverju megi að fara inn á Hlemm og hverju ekki og þú getur séð hverju vilja fara inn í Mjóddina og hver ekki. Þú veist. Má ég aðeins rekja svolítið sem ég búin að vera að hugsa sko í mínum huga þessi útboðsleið fullreynd fyrir þetta rými. Þetta búið að vera bara, þú veist, eyðimerku ganga hjá meirihlutanum síðan 2015. Og þeir eru búin að finna einn rekstraraðila á öllum þessum tíma. Ég veit að þau vilja segja söguna að þau hafi bara verið fyrst núna að auglýsa þetta í fyrra. Það ekkert þannig, sko. Þetta margra ára saga. Þeir eru búin að auglýsa 2 núna. Og
Þetta bara full reynd og og þegar að það markaðsbrestur, maður verður að tala nýfrjálshyggju, svo þetta fólk skilji, sko. Þannig að bara neoliberal social demokratar Íslands, skilur, þetta markaðsbrestur. Þá alveg algjörlega réttlætanlegt að hið opinbera eða sko sveitarfélagið bara reki rýmið sjálft og það þarf náttúrulega að vera umsjónamaður og ef það umsjónamaður þá það gæti til dæmis verið bara starfsmaður frá hverfamiðstöðinni. Ég held að það væri mjög sniðugt, það væri bara, þá væri fleiri en einn sem væri á bakvið, það væri að skipta inn á, þetta væri þá bara vaktir. Ég meina Reykjavíkurborg hlýtur að geta fundið út úr því, bara granúlar, hvernig reka þetta húsnæði, fyrir má nú vera. Já. En ég hef reyndar ekki grafið eftir því hversu mikil kostnaður felst í því að reka þessa skiptistöð. Ég bara hef einhvern veginn, ef þú ætlar að hafa trú á fulltrúalýðræði, ég ekki að segja að ég hafi það, en ef þú ætlar að hafa trú á því, þá myndi ég bara ætla að þú geti kvartað svona og þá taki fulltrúalýðræði við og skoði málið, Þannig að eftir allan hennan tíma af misefnuðum útboðstilirnum, þá myndi maður ætla að nú væri kannski ráð að reyna hinaleiðina. Ekki sagt, að þú reynir sama hlutin aftur og aftur og það gengur aldrei, þá ertu hvað? Já, það allavega ekki mjög sniðugt, já. Það allavega, þá ættur þú kannski að merkja hjá þér, að þetta væri fullreyndi með þessu Guðrún að segja og reyna þá kannski aðra leið. Við sósíalistar lögðum með mig til í borgarstjórn að borgin myndi sjá reksturinn og ég ætla að sýna bara viðbrögð borgarstjórans Einars Þorsteins sem að var að bregðast við þessari tillögu og mér finnst þetta svo lýsandi, þetta rétt innan við mínútu þar sem hann talaði dálítið mitt þetta, rekstrar sé verið að leita rekstrar aðila og svona, viðurkenni stöðuna, þetta sé nú slæmt en athyglisvert að fá upp myndskeið 1. Við erum búin að vera að auglýsa þetta rými í rekstur eftir að sá sem var þarna síðastur hætti eftir að hann stóð ekki við það samkomulag sem við varum og við höfum bara verið mjög metnaðarfull í því að reyna að koma aðstöðunni þarna í lag. Við erum fullkomlega meðvituð þetta ástandið þarna og það ekki eins og við viljum hafa það. Það rétt, ég bý þarna og börnin mín taka strætó þarna hverjum degi, þannig ég bara mjög meðvitaður það hvernig staðan Við erum núna í viðræðum við 2 aðila að bæta aðstöðuna. Við höfum líka verið að reyna að gera þetta huggulegri rekstrarbita til þess að taka með því að auka svæði sem við getum leigt út og vonandi ganga samningar saman við þessa aðila og þetta komist í betra lag þannig við getum bætt þjónustuna fyrir farþegana á þessu svæði. Já, þetta var mjög athyglisvert. Þarna á 56 sekúndum sjáum við bara, já. Hann talar það að fá meistarakokk og matriða bitan fyrir einkaaðila og gera hann gómsætan og smyrja ykkur ofan á og bernisós og alveg, en ég bara, jú, það kannski gengur það, en verður það ekki bara eins og með rekstraranum sem þeir fundu fyrst og þeir eru örugglega eftir að klúðra samningunum. Og það svo vandinn sé að borgin sé ekki gera þennan rekstur nógu aðlaðandi fyrir utanaðkomandi aðila frekar en að borgin sé ekki að standa sig. Akkurat. Og við lögum með mig til, sósíalistar í borgarstjórn, að borgin myndi bara taka yfir reksturinn, passa þetta væri bara aðlaðandi og og svona að þegar þú lappir inn þá upplifir bara svona vá, ég velkomin hér, ég get fengið að nota salernið, fengið með sæti og allt það. En það þótti sér ekki tilefni til þess að samþykkja þessa tillögu okkar sósíalista að því þetta væri allt í ferli. Það væri verið að vinna því að finna eitthvað rekstraraðila sem vonandi kæmi og myndi einhvern veginn kippa öll í lag og ég ætla að sýna hérna næst myndband þar sem að Dóra Björt Guðjónsdóttir, hún svona að réttlæta í rauninni af hverju það ætti ekki að samþykkja þessa tillögu og ef við fáum að sjá það núna, hún sem sagt formaður umhverfis og skipulagsráðs sem ber svona ábyrgð á þessum samgöngumálum og þetta er svona mjög, finnst mér svona mikil svona opinberun á einhverja nálgun varðandi bara svona reksturinn og svona og já, þetta bara athyglisvert ef við sjáum hérna myndskeið 2 þar sem að Dóra Björt sjáu sig þetta.
Aðgengi að þessari skiptistöð og góðri aðstöðu fyrir farþega í Mjódd sannarlega mikilvægt og snýst það aðgengi að góðum almenningssamgöngum. Því miður hefur verið úrbóta þörf í þessu samhengi eins og nefnt hefur verið hér í dag. En það verið að vinna að því að bæta úr þessu og það hefur verið brugðist við nú þegar að einhverju leyti og verið að huga því að tryggja betri þjónustu þarna til frambúðar og festa í sessi. Við höfum verið að leita að samstarfsaðila þessi verkefni en tímabundið höfum við nú ráðist í það að fá aðila til þess að halda utan þetta fyrir okkar hönd til þess að mæta strax meðal annars þessum punktum sem framkoma í tillögunni. Salur og salerni með því tryggt að því aðgengi allan daginn. Tekið hefur verið betur utan þrif og öryggisgæslu og undanfarið hefur sérst verið unnið að því að lagfæra húsnæði til að gera eins og komið fram vistlegra. Fjölga stólum, fjölga bekkjum og ýmislegt í því samhengi. Svo að opna sjoppið þarna aftur í biðsalnum og að sama skapi eru þarna hefðbundin biðskýli með bekkjum og þar eru farþegar með skjól frá veðri og vindum eins og öðrum biðstöðum meðan beðið eftir vagni. En að samaskapi erum við í viðræðum reksturinn til lengri tíma og höfum þessar þjónustu kvaðir sem skilyrði í því. Þannig að ég bara tek alveg undir það að þetta hefur alls ekki verið nægilega gott og það bæði búið að bæta þetta að hluta til og unnið að varanlegri lausn sömuleiðis. Í þess vegna ætla ég að leggja til að tillögunni verði vísað frá þar sem þetta þegar í skýrum farvegi. Já, þarna sáum við klippu úr borgarstjórn sem var haldin 9. apríl þar sem að fulltrúi meirihlutans var að svona réttlæta það að það ætti bara að fella að vísa frá tillögu sósíalista úrbætur í Mjódd að því þetta væri í skýrum farvegi. Já, mér finnst eiginlega ótrúlegt að hlusta á þetta, þú veist. Hún talar svona eins og hún bara hafi fullan skilninga á því að þarna þurfi að laga ýmislegt. En að sama skapi þá heyrir maður bara að hún hefur ekki verið í Mjódd, sko. Þannig að hún að tala í gegnum eitthvað þriðja aðila sem að segja henni hvernig þarna. Það allavega mín svona sterku upplifun og ég kona sem þarna, þú veist, í hverja viku. Ég skil ekki alveg, sko, forsendur sem eru lagðar til grundvallar því að það sé ekki hægt að fara í þessar grunnbreytingar sem verða eiga sér stað svo hægt sé að nota skiptistöðuna. Það að svo lengi sem að vagnarnir ganga þá sé húsnæðið opið, það sé einhver manneskja þar sem að bera ábyrgð á að húsnæðið sé öruggt og það sé hreint og að það sé hlýtt þarna inni og það sé hægt að setjast niður. Það enginn að biðja veitingastaði, þú veist, það enginn að biðja einhverja brjálæðislega upplifun, sko. Mér finnst þetta svo einfaldar forsendur fyrir því að geta bara orðið við þessum tveimur kröfum, þú veist, að hafa húsnæðið opið og það sé hreint og öruggt að vera að nynni. Voruð þið ekki að segja að þessi millarekstraraðili, hann einmitt ekki að uppfylla þessa kröfur salerni og... Já, nú segir hún að það séu hvað í þessum nýja samningi. Þú veist, hún fekk einhver svona millirekstraraðila sem að... Já, en það uppfyllir samt ekki þessi skilyrði sem ég að tala því að skiptistöðin ekki opin þangað til á miðnætti eða eftir miðnætti þegar vagnar hætt að ganga. Þannig að eins og ef ég tek sko kvöldvagn utan að landa og kem í Mjódd, missi af tengivagninu mínum heim, þá þarf ég að bíða úti í hálftíma. Bara í öllum veðrum, sko. Já, kannski það bara stjórnmálumenn þarna í meirihlutunum, þeir vanmeta hversu mikilvæg skiptistöð þetta Þegar við vorum að taka viðtöl, þá sáum við bara ótrúlega mikla umferð á fólki og fólk, þú veist, með ferðatöskur og það að ná í tengingar út á land, þetta aðal tengingin út á land. Og, það eru þúsundir sem fara að hverjum degi, sko. Já, og svo líka var hún að segja að það væri nú biðskýli þegar það væri ekki opið inn í Mjóddina og ég hvet hana til þess að fara inn í þessi biðskýli og aðtöða hvort að hún þoli við út á hlandlykt. Og sjáum líka, við erum með myndi, við getum skellt upp mynd, sko, beðið úti í kulda, því það kannski eitt að vera að bíða þarna úti apríl, það eru svona hlýtt úti, sko, en ef við skellum upp mynd, sko, sem sýnir í rauninni snjóþungan vetur,
þegar þú ert þá í þessu biðskili sem á að veita skjól frá veðri og vindum, þú veist, það verður mjög snjóþungt og sjáum hann að biðskilin sem eru þarna, þú veist, þannig að þá er þetta skjólið sem við erum að tala um. Þetta fólk sem er ekki að bíða í biðskilunum af því að langar að bíða úti. Þetta fólk sem bíður þarna af því það kemst ekki inn. Er ekki snjóbræðslur þarna? Þannig að þetta er bara með ólíkindum. Ég er að lesa hérna það sem hún formaður Íbúasamtaka Breiðholt skrifaði grein einmitt mjóttina sjálfa, ekki beint skiptistöðina. Það er komið fram tölur fjölda gesta 2018 sem fara mjóttina. Það eru 4 milljónir 2018. Vá. 4 milljónir. Við erum með mynda því, hún heitir Sara Björg og er formaður íbúðaráðs og er fulltrúi samfylkingarinnar, er núna varaborgarfulltrúi. Þar sem að hún einhvern veginn var að kalla eftir því að fasteigna eigendur í Mjót svona myndi hypja upp sig buxurnar og gera svæðið meira aðlaðandi og mér fannst þetta bara svo mikil vanvirðing við umræðina sem hefur átt sér stað varðandi Mjóttina. Það sé allt í einu bara eitthvað herðið. Það verið að gagnrýna meirihlutann fyrir að bjóða ekki upp á boðlega biðstöð og þá einhvern veginn skulum við fara að tala um alla hina aðalega í kringum okkur sem geti gert betur en þú veist þetta er svo mikil afvegaleiðing og þetta er við erum að birta upp skjáskota af frétt sem birtist þannig Vísi og það stendur kallar eftir meiri metnað í Mjót, svæðið illa hirt og lýst og hættulegt gestum. Þar sem Sara Björg Sigurðardóttir segir eigendur og rekstraraðilar í Mjót sína mikið metnaðarleysi gagnvart íbúum Breiðholts og kallar eftir betri ásýnd. Þannig að þetta er svona móðgun í rauninni að heyra þú ert að lýsa vinnubröðum meirihlutan sem þú situr í bara gagnvart í rauninni strætófarþegum sem treysta Mjótina. Já, einmitt. En leið einhvern veginn að reyna að varpa ábyrgðinni líka á fasteignaeigendur þarna, ekki beint, og þá frá Reykjavíkurborg sjálfri. Það er svo sem alveg rétt að fasteignaeigendur virðast ekki tyrða rosalega vel í kringum sig en það var bara spurningum að borgin bara setji þeim einhverja reglur og bara sektar ákveðið eitthvað og en hins vegar tala hún líka mikið um það að borgin hafi fjárfest svo mikið gott ef hún sagði ekki að veri 100 milljóna í torgagerð og setja blóm og þetta átti að vera eitthvað torg sem að ég hef nú bara ekki tekið eftir að það verið breytt. Það er við suður inngangin inn í yfirbyggðu verslunargötuna og svo eitthvað torg við hliðin á kirkjunni. Og ég bara þessum 100 milljóna var illa varið. Það hefur verið miklu betra að verja það í það að búa til alvöru biðsal fyrir strætófarþega. Þannig að já. Þetta er manni finnst þetta algjört lágmark og mér þetta orðið mjög leiðigjant og þreytandi eða að vera sífellt að tala salerni í Mjót Þú veist, ég er búin að gera þetta í 1,5 ár, tala salernin í Mjót eiginlega, í samhengi við það bara hversu trúverðu stefna Reykjavíkurborgar meirihlutans er að hvetja til umhverfisvænni samgangna. Ég með markmið borgarinnar fyrir fram á mig í þetta heitir græna planið sem er áætlun til næsta ára hvernig borgin ætla að byggja sig upp félagslega og hafa sjálfbærni sem leiðarljós og það er eitt punktur samgöngur í Reykjavík, setja gangandi og hjólandi, vegfarendur ásamt almenningssamgöngum í forgang og draga leið úr svifryki, loftmenguna, hávaða. En ástæðan fyrir því að við erum að tala þetta og alltaf ekki athygli á þessu er að því við viljum náttúrulega bara að það sé gott. Þú veist, maður heyrir alltaf líka umræðinni að maður ekki verið að tala strætósamgöngur niður, það er ekki verið að tala allt niður, það er frekar reyna einhvern veginn að tala með jákvæðum hætti hlutina en alltaf þegar þú veist, maður er í strætó og sér bara hvernig þetta er þá þarf við þetta að bæta hlutina, þess vegna erum við nú að þessu. PR herfer með villana hvað heitir hann? Netto. Það bætir ekkit, það gerir ekkit þjónustuna frábæra, Þú ferð ekkit að auglýsa fyrir en þú ert með einhverja þjónustu sem þú ert stoltur með. Það er ekkit bara einhvern veginn hægt að bara gaslýsa notendur strætó og bara, þið bara miskilið þetta allt saman. Þið bara kunnið ekki að nota appið og þannig að við þurfum bara að koma með strætómistaran til að kenna ykkur. Þetta er rosalega móðgandi í mínum huga, Við ætlum að enda á nokkrum myndum, leyfa þeim að rúlla og kannski aðeins að nefna bara hvaða umhverfi birtist okkur á þessum myndum.
Það til dæmis hérna mynd, þar sem stendur bara skýrum stöfum lokað. Ég held að þetta hafi verið sjoppan sem að var þarna, ef við getum fengið þessa mynd upp. Það þarna búið að prenta út held ég alls konar svona litlar auglýsingar á blöð og þetta svona, viðmótið svona eitthvað, já, herði, ég skal ekkert vera fyrir, vorum líka með þarna mynd af, held ég svona einhverjum glugga eða eitthvað, stendur lokað, svo erum við með hérna mynd af hérna svæðina sem sést klappstóll, þetta var áður en að það var búið að planta einum hérna bekk inn í rýmið, þá þetta svona mjög tómlegt, þú veist, núna á skjánum er mynd af biðsalnum, það eru þarna 3 klappstólar, 2 lítil borð og hérna rusl og svo bara svona alveg bara galtómt eins og þú veist það með bara 3 sita þarna, helst ekki kannski með þunga póka sem þið myndi vilja leggja frá sér, ekki kannski beint á gólfið. Má ég bæta við sanna að það sést þarna í svartan vegg á þessari mynd, en það einmitt þarna svona hjólastóla aðgengi, þú veist, það sem var nostrað við í margar vikur, endur flísalaður þessi 2 veggir. Við eigum mynd af því þarna. Einmitt. Það þarna búið að sitja svona nýljós og... Hvað ætlir hafi eitt mörgum Ég veit ekki, þetta voru í marga vikur sem þeim voru þarna 2 eða 3 múrarar. Þeim skortir allan fókus. Já, þetta er rosalega skrítið. Gerum við þetta. Já. Þarna voru framkvæmdir í gangi, sjá mynd af því. Þetta er alveg ótrúlega furðuleg forgangsröðun. En mér kom í huga smá ummæli hérna sem að formaður leigjendasamtakana sagði einhvern mann hérna Guðmundur Hrafn Arngrímsson þegar hann var að reyna að koma lífi í hverfi sem hann bjó á þeim tíma, Grafarholt og hérna þá var hann sko á fundi hjá borgarstjóra og hann var að spyrja okkur ekki hægt að fjárfesta eitthvað í hverfinu og búa til eitthvað svona félagslíf þannig að þetta sé ekki bara svefn hverfi, þú veist, og ekkert líf og þá sagði sko hérna borgarstjórinn hann hérna Dagur já, það út af því að sko Grafarholtið er ekki stássstofan og hérna þess vegna sko sko hérna að því að sko þetta er ekki hluta stássstofinni þá fjárfestum við ekki í almannarýmum og slíku og þjónustu við borgarana og hérna mér var hann bara detta í hug þetta getur verið hluta á skýringunni okkur svona mikið metnaðleysi og viljaleysi þau lýsa yfir já, þau taka undir að þetta sé ómögulegt og bla 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 en sko þessi farvegur sem að málið er í hann er bara 9 ára farvegur og hérna ég sé bara engan enda hann verður bara þessi farvegur eftir að ná í bara hringin í kringum jörðina Það er ekkert að frétta sko Nei Hérna lokamyndin og skilaboð frá farþega, það er hérna skiptiborð. Það var farþegi sem að sendi mér, var að rölda hann í mjóttina og var bara að segja, þú veist, þegar ég borga fargjöld, þá finnst mér að sé eina lágmarkskröfum að biðstöð eins og mjótt sé í lagi og var að lýsa fersinni að svæðið og segir sko, þú veist, hérna, og svo þegar ég fatt að bleiuborðið var ekki lagi þá bættist bara meira við hvað það er mikið að þarna hvar og hvernig átt að skipta barni. Þetta var víst ekki stöðugt og hérna ekki alveg nógu gott. Þannig það er ekki eitthvað eitt, það virðist vera eiginlega allt. Má ég bæta einu, að því ég hef verið að skrifa verkalýstfréttir sko worker struggle í bara öllum heiminum og þetta er eitt af trendunum. Niðurrif almannaþjónustu vegna útvistunar. Þannig að þetta er ekkert sko, þetta er ekkert einstakt hjá okkur. Svona er þetta allan hinn vestrana heim. Og svarið við því til að laga þetta er þetta sósíalismi. Sjálfsögðu. Og við heldum áfram og við viljum betri strætó, betri mjótt og áræðanlegar almenningssamgöngur. Takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Við ætlum að segja þessu lokið. Ég þakka gestunum, Söru Stef og Guðru kærlega fyrir komuna í settið hingað í Reykjavíkur fréttir.